Sko, Svona. þetta lag Já, langar mig að segja að sé eftir hann Helga Sján, en það er lygi. já. En við sögðum það í boðum daginn, manstu þegar við vorum að syngja þetta. Af því að það kom betur út fyrir hann að það væri eins og þetta væri eftir hann. Já, og ef að við erum öll eitt, Já, þá eru náttúrulega öll lög eftir okkur. Já, það er bara við í öðrum líkama að takast á við önnur verkefni. Nei, Því við getum ekki gert allt. Við getum ekki gert allt og ég meina, sumt var bara búið að gera, minnst Beethoven. Hann var búinn að gera það sem hann gerði. Já, einmitt. Á meðan vorum við væntanlega einhvers staðar annars staðar að gera eitthvað annað. Nei, þá vorum við kannski bara inn Eða í við lífsorkunni, vorum- bara þú Já. veist, inn í lífsorkunni að skemmta okkur og spá í hvað við vildum verða. Já. Áður en við föttuðum að við Já, vildum og verða... velja akkurat bara Sko, áður en við föttuðum, horfðu í kameru, að við vildum verða Dóra og Steina. Já. Ég nefnilega hef aldrei viljað vera neitt annað en ég. Hefur þú viljað vera einhver önnur en þú? Nei, en mér langaði að vera strákur þegar ég Var var unglingur. það? Já. Ég upplifði þegar ég var unglingur að það væri eitthvað frelsi ef ég yrði strákur. En ég fór ekkert djúpt inn í það. Nei. Nema bara svona að gráta á fylliríum yfir því að ég vildi að ég væri strákur. En mér hefur aldrei langað að vera önnur manneskja. Langar þið að gráta yfir þessu núna? Nei. Nei, þú ert alveg satt við að vera kona. Já. En þetta var fasi sem ég fór í gegnum. Þú átt náttúrulega 3 bræður. Fannst þér að þeir fengi meira pláss? Eða svona meira leyfi? Ég upplifði bara að það væri sterkara að vera strákur heldur en stelpa. Mér hefur alltaf fundist ég vera sterkari en allir strákar sem ég veit. Já. Mér langaði meira að leika með strákum en stelpum þegar ég var lítil. Mér fannst í rauninni auðveldara að vera með strákum en stelpum. Þessa umræðu þurfum við að taka seinna. þetta er seinna. En nú ætlum við að syngja sérstætt lag sem er eftir hann Helga Sján, en í alvöru eftir Eyfuru. Já, einmitt. Ég ætla að... Þetta er Helgi sem kona í Færeyjum sem samdi þetta, sem heitir Eyfur. Já. Kuldinn, hann kemur jólin með kolsvarta skugga. Bam, bam. Krakkarnir kúra í skjóli hjá kerti í glugga. Vindur, já dansaðu vindur, vetur og kuldi gefa nýjan þrótt. Vindur, já dansaðu vindur, vertu á sveimum kalda jólanótt. Nístir í snjónum nóttina svörtu. Nærast á takti og tónum, titrandi hjörtu. Vindur, já dansaðu vindur, vetur og kuldi gefa nýjan þrótt. Vindur, já dansaðu vindur, vertu á sveimum kalda jólanótt. Vindur, já dansaðu vindur, af vetri frá börn að finna húsaskjól. Vindur, já dansaðu vindur, vetur færir börnum heilög jól. Þetta gátum við. Þetta gátum við. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Já. Og ég kem með bók dagsins. Og þetta er í fyrsta skipti, kæru hlustendur, sem ég er búin að segja frá því hvaða bók ég ætla að koma með. Af því ég var svo hrædd að Steina myndi koma með hann ekkert fyrr í desember. En ég kom sem sagt með Biblíuna. Og ég er búin að... Hvernig er lagið?
B-I-B-L-I-A er bókin bókanna. B-I-B-L-I-A, Biblía. Ég var ekki svo lengi í KFUM að ég læriði þetta lag, en ég á hvíta biblíu sem ég fékk gefins þegar ég og Bergur vinur minn vorum einhvern tímann fengin til þess að vera með atriði á kirkjudögum í Hallgrímskirkju 24. júní og Bergur fékk þá hugmynd þá að við komum þar fram sem Barbara Úlfar og við höfum verið að gera svona Barbara Úlfar eru sem sagt trúðar sem Bergur og Halldóra leika stundum. Já, og þetta er fyrir rúmlega 20 árum síðan, meira, þetta er fyrir 23 árum síðan eitthvað svoleiðis. Guð minn almáttugur, hvað tíminn hefur liðið, Tíminn Halldóra. líður hratt á gervihnattaöld. Já. Og Bergur, af því við höfum verið að leika okkur að gera jólaguðspjalli þegar við vorum í leiklistarskólanum sem Barbara Úlfar og Bergur kom líka með hugmyndum, já, hann var alltaf að koma með hugmyndir á svona gömlum, að vinna með svona gamla texta þegar við vorum trúðarnir. Svo erum við beðin þarna að gera eitthvað af því að þau höfðu séð okkur gera píslasögu Chris sem sagt á Litla sviðinu í Borgarleikhúsinu sem var spunasýning og það var svona splattir, við vorum með blóð og hafragraut og eitthvað svona og Bernharður Guðmundsson sem vann þá á biskupsstofu og vann með pappa þegar pappi var ungur maður, Bernharður og Geirharður og gamla konan sem vann það nú eins gott að þið eignist ekki gormæltar kærustur. Já. Geirharður og Bernharður. Já. Við erum að spá í það, Rósa og Rúna, hvort að þið væru til í að bjóða okkur út að borða. Já, hún óskaði þeim þessa, ekki gormæltar eiginkonu. En Bernharður sem sagt réð okkur Berg eftir hann hafði séð þarna píslasöguna hjá okkur. Haldi hvað pabbi henni er heppinn, ekkert í Guðný. Nei. Eins og mamma henni heitir. Og hún heitir með þess að Guðný Jónína. Helgadóttir. Guðný Jónína Helgadóttir. Það er bara réttan í lokin. En þó að pabbi henni hefði verið gormæltur, þá hefði hann... Geta sagt Guðný Jónína, Hans Helga. Ég veit það. Og Soffíu, ekkert heldur. Til allrar hamingju var mamma þín ekki gormælt. Já. Það hefði samt verið alveg ógeðslega fyrirgefið. Já, en hérna, hann fær eitthvað svona til þess að vera með atriði á kirkjuþingi og Bergur fær þessa hugmynd að því að sé 24. júní þá sé nú ekki seinna vænn en að minna fólk á 24. desember. Sem sagt fæðingu frelsarans. Og við sem sagt komum inn sem Barbara Úlfar inn kirkjugólfið og byrjuðum að lesa svo bara til þessa mundir. Og sumir voru svo glaðir að láta minna sig á fæðingu frelsarans líka sumarmál, skilurðu, en öðrum fannst við vera að hafa í flimtingum það allra heilagasta sem er fæðing ljóssins þarna á þessum tíma núna í myrkrinu. Og það er náttúrulega bara ógeðslega gaman að eiga samtöl þetta, hvað er að fara vel með og hvað er að fara að gera lítið úr og eitthvað svoleiðis, sko. Já, og kannski bara hvað er þessi kafli? Nákvæmlega. Annað en það sem stendur þarna. Já. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta man ég. Þetta manst þú. Þetta lærði ég náttúrulega utan að því að ég fór með þessi orð svo í leiksýningunni Jesú litla. Má ég segja hvernig ég lærði þetta? Hvenær lærði þú þetta? Þegar ég var 6 ára að leika í helgileik í Hvassaleitisskóla. Já. Og lékstu þá sögumann eða einhvern engil? Það man ég ekki. Að það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Svo sagði ég í leikritinu, en það var náttúrulega til þess að hægt væri að skattleggja alla heimsbyggðina. Já, býtu, lestu þetta nú alveg eins og þetta er. Förum alveg inn í þetta, Dóra. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs.
að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skildi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafðan reifum og lagðan í jötu, af því að eigi var rúm handa þeim í gistihúsi. Í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Ég fer að gráta. Já, Ég fer að gráta því ég les þetta. Ég get svo svarið það. Mér þykir líka alveg ótrúlega vænt þetta, Dóra. En það eitthvað með svona eitthvað mjög gamalt sem búið að segja svona oft. Þetta ljóman sem kemur með hverju barni eða hverju nýju tækifæri. Mér finnst þetta að vera raunverulega, sko, ég kemst alveg við líka. Mér finnst þetta að vera ennþá stærri en það. Mér finnst fæðing Krists vera táknmynd sköpunarverkið. Og að fæðing þessa litla barns, bara eins og fæðing alls lífs á jörðinni, bara áminning það. Sjáuð hvað sköpunarverkið stórkostlegt. Aftur og aftur og aftur og aftur. Og sko, hún heitmey Jósefs, María, en samt sagt að hann sé engetinn. Nei, hann sé frumgetinn hjá henni. Og þetta þurfa engir karlmenn að taka verða reiðir yfir, vegna þess að jafnvel þótt að konan þurfi sæði mannsins til þess að frjóvga eggið og skapa líf, þá getur konan barnið af sér. Þannig að það frumgetið af henni. Og vegna þess að konan, hún hefur þennan hæfileika að bjóða nýju lífi velkomið inn í heiminn. Og ég held að þetta hafi alltaf kannski stuðað karlkynið pínulítið. Að þeir geta ekki þetta. Þeir vissulega, sko, algjörlega nauðsynlegir. En fæðinguna, að hleypa sköpunarverkinu inn í veröldinni, það okkar hlutverk. Já. Já, þeir urðu mjög hræddir. Þeir sáu sem sagt dýr drottins ljómaði kringum þá. En engillinn sagði við þá: verið óhræddir því sjá, ég boðuður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs og hafið þetta til marks, hér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englunum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: dýrð sé Guði í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur vel þóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins og sögðu hirðarnir sín á milli: förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barnið þetta, og allir sem heyrðu undruðust það, hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir sneru aftur og vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð, en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Mér langar að segja eitt í sambandi við, af því að það eru 2 guðspjöll sem við heyrum mest. Þetta Lúkasar guðspjall og svo Mattheusar guðspjall. Og í Lúkasar guðspjalli það skrifað sko seinna en Mattheusar guðspjall. Það skrifað til þess að reyna að laða að konur og fátæklinga og almúgan. Á meðan Mattheusar guðspjall með vitringana 3 sem að elta stjörnurnar og finna konunginn og það sem að upphefðinni gerði meiri og gerði eins og meira fyrir
fyrir yfirstéttina eða stéttvitringana. Já, þú veist, þá er búið til meiri fjarlægð, þú veist, það er að segja þá eru persónur sem eru svona fjarlægari almenningi heldur en þarna. Þetta Jesú og María eru bara ein af okkur svona efrimenn, svona hversdagslegt fólk. Og Jesúbarnið fæðist við bágar aðstæður og er öll börn, ekki bara forréttindabarn. Nei, nákvæmlega, en það sem að fólki þarna í sögunni áttar sig ekki á, finnst mér, er það sem þau heyra sagt Krist og þau verða svona hrifin af því og finnst þau vera vitnamerkum atburði og finnst þau þurfa að fara og segja öllum frá því, að faktist bara verið að minna þetta fólk á að þegar þau sjálf komu til lífsins var sama ævintýrið að eiga sér stað. Skilurðu? Já. Þessi fæðing hún er bara tákmynd fyrir allt líf sem verður til, sko. En þarna verður til svona aðskilnaður, skilurðu. Þeir sem verða vitni að þessu hugsa, þarna er einhver sem er svona sérstakur, við erum ekki sérstök, við verðum að segja frá því að við erum, mér finnst þau ekki átta sig á því að fæðing Jesús barnsins er líka þeirra eigin fæðing. Já. Og speglar í rauninni kraftaverki sem maður er sjálfur, skilurðu. Og það er þess vegna sem maður þarf alltaf að einhvern veginn að muna eftir því að það er svo stórkostlegt að maður fái að vera til. Og sjáðu, svo kemur hérna á eftir, þegar 8 dagar voru liðnir skyldi umskera hann og hann var látinn heita Jesús, eins og enginn nefndi hann áður en hann var getinn í móðurlífi. Þarna verður fyrsta svona harða lífsreynsla barnsins í þessum líkama á jörðinni. Að bara 8 dögum seinna þá bara, og hér hefst lífið. Skilurðu, þá fer barnið úr þessu oneness eða því að vera ljós og eitt með öllu og vera sköpunin og allt þetta og þá kemur fyrsta harða, ég bara hugsa þetta núna því ég les þetta núna, að því að við erum alltaf að takast á við allar okkar lífsreynslur, áföll, sálsaukan, þú veist, hann er bara strax lagður inn á 8. degi. Já, en Dóra, við getum aðeins skoða þetta, sko, af hverju, til dæmis, ef að fæðing er að ganga mjög vel og allt er í lagi, af hverju eru bara flúorlýsingar inn í fæðingarherbergjum? Skilurðu, ímyndaðu sjokkið, af hverju er ekki birtan einhvern veginn bleik eða rauð, þú veist, af hverju er þessi harkalega birta, af hverju getur ekki fæðingin verið einhvern veginn svona, af hverju þarf hann að vera svona klínísk, ef allt er í lagi, stundum þarf náttúrulega að vera viðbragð og svona, ef eitthvað. Veistu hvað, ég hugsa samt eitt og ég skil að við setjum okkur öll í spor barnsins sem kemur inn úr myrkrinu og það er allt og harkalegt að fá þetta mikla ljós, en þegar ég fer í kaldapottin, þá sækist ég eftir að fara í hann út á nesi þar sem er rosalega sterkt ljós. Já, en þú ert 56 ára, sko, við erum að tala barn sem er sko 0 mínútna gamalt. En nú er ég bara fabúlega, en heldur þessi ekki magnaða bara finna þetta rosalega ljós allt í einu. Þetta er eitthvað bara, en kannski veit ekki barnið þetta ljós áður. Já, ég meina fóstur greina ljós og myrkur inn í móður sinni, það vitum við. Þú veist, skært sólarljós og þú veist, skæra birtu og það var nú þannig að þegar ég gekk með mitt fyrsta barn þá sagði mamma aldrei láta sólina skína á kúluna. Og þetta var eitthvað úr hennar móðurfjölskyldu, að maður ætti ekki að gera þetta. Og ég hlýddi þess aðeins að vita, ég er ekkert viss þetta hafi nein áhrif, en þegar ég hugsaði það, af hverju ætli hún vil ekki gera þetta, þá hugsaði ég, já það er sennilega bara svo að barnið þurfi ekki að fara undan ljósinu. Það sé ekki of bjart í sólarljósinu. Já, ég held, nú er ég bara þetta er bara eitthvað rugl, sko. Kerlingabækur eins og þar stendur, eins og var kallað, en ég hlýddi þess allavega með fyrsta barnið. Ég hef aldrei velt þessu fyrir mér áður að það sé kannski alveg magnað að fæðast inn í svona rosalegt ljós. Ég hef alltaf verið á hinum staðnum að auðvitað á að vera bara kósí, rólegt. Ég vildi helst fæða í vatni. Það bara gekk ekki upp, líkaminn minn vildi það ekki. Af því að það hægði svo hríðunum þegar ég var ofan í vatninu. Að ég varð að fara upp úr vatninu til að geta fætt börnin. Ég skil þig.
en alltaf hugsaði fæðingin er svo rosaleg, ég meina höfuðkúpan öll einhvern veginn bara breytist og aflegast í fæðingunni, lungun þrýstast saman og það þrýstist upp úr barninu slím sem hefur hugsanlega verið í því, þú veist, allir vöðvarnir komast í þetta brjálæðislega viðnám, skilur bara verið einhvern veginn sperrt, sko þetta er einhvern veginn algjörlega magna, það er að segja þegar að börn geta fæðst í gegnum fæðingaveginn, sko. Já, einmitt. Þetta ég hugsa þetta sé sennilega mesta sjokk lífs okkar, það er fæðingin. En það svo skrítið að við séum samt með ritúal, manneskjan, það eru manneskjur sem búa til ritúal. Já, eins og til dæmis umskurði barna. Já, hvað? Af hverju? Fyrst, að því ég held að öll ritúal spretta af eitthvað í sambandi við að bjarga lífum hans, eins og umskera væntanlega til þess að koma ekki sýkingar eða eitthvað samt að skera, þá er verið að búa til grærða rosalega hratt. Já, það grær mjög hratt, sko, náttúrulega meira minna allir Ameríkanar eru umskornir og það er miklu fleiri karlmenn umskornir í heiminum en ekki. Ég hef aldrei séð vídeo á því þegar verið að umskera barn, en ég veit ekki hversu sársaukafullt Dóra mín, ég held ekki á eftir að eyða jólunum í það að reyna að finna slíkt myndband, ég held að við bara stilla þig alveg. Já, ég bara hugsa í alvöru. Nei, þetta hlýtur auðvitað að vera mjög sársaukafullt, en hvaðan þetta er sprottið, þetta hlýtur að vera þetta er eitthvað hreinlætismál og hugsanlega er þetta sprottið á einhverju skömm yfir því hvernig líkaminn er skapaður. Að forhúðin sé á einhvern hátt ekki hrein eða eitthvað. Ég veit ekki hvaðan þessi hugmyndi komur. Þetta er náttúrulega bara algjörlega... Við verðum nú eiginlega að googla það. Af hverju byrja þetta, já. En þú veist, sér er hver siðurinn í hverju landi, Halldóra mín. Já, en ég held að... Og sumt þarf maður ekki að skilja. Nei, en mér finnst gaman að reyna að skilja. Okay. En þegar ég fyrir í Æslandirvélarnar, þá er svo mikið af íslensku sjónvarpsefni sem maður getur hort á. Nei, ekki segja þetta. Þannig að ég hef, ég horfi á sjálfar mig, af því það er svo margt sem ég leiki í sem ég hef aldrei séð. Og hvað siturðu bara? Nei, vandræðalegast var réttur 3, af því að það eru 9 þáttar sjónvarpsseri og ég græti öllum þáttum. Þannig að ég var svona eins og ég færi gegnum svona grátkast með sjálfur mér. En ertu þá í dulargerfi þegar þú flýgur með Æslandi? Nei. Svo þú getur hort á sjálfa þig? Ég halla mig svona fram á borðu og reyna að hafa hendina fyrir skjánum. Ég mæli með að fljúi næst í hettupeysu. Já, ég þekki það verið. Hér með Icelandair flýg ég í hettupeysu. Eigum að lesa þetta allt saman? Mér finnst allt til að halda aðeins áfram. Ok, ég þátt bara að halda áfram rétt í röð, sko. Sko, en ok, nei, við þurfum kannski ekki að halda áfram. Mér langar aðeins að, sko, jólastjörnuna. Af því að við syngjum líka jólastjörnuna, Já. Þú veist, í Betlehem og hvað heitir lagið? Í Betlehem barnans fætt. Já, og þar kemur einhverstað stjarna fyrir ljóðinu. Stjarnan mín og stjarnan þín, stjarna allra barna. Hvað eru ekki stjörnur? Líka bara eins og kastarar til að minna okkur á það að þær eru að bregða ljósi eða skini sínu á lífið. Jú, og einhvern tímann heyrði ég sem sagt kona, svona mjög spök kona og mjög spiritúal. Hún talaði að maður ætti tvíburastjörnu á himnum. Á himnum væri ég án allra verkefnanna sem eru hér á jörðinni. Þannig að ég er til sem stjarna, systra stjarnan mín er á himnum og hreina ég. Og ef ég tengi mig við hana, þá kemst ég og hún notaði örugglega eitthvað svona orð að vera í hreinustu orkunum minni, eða vera í full potential sem væri í fullri getu. Einmitt, bara eins og þú komst inn í heiminn, með alla möguleikana þína áður en að lífið byrjaði að lemja á þér. Áður en ég var umskorinn. Áður en varst umskorinn, áður en að lífið byrjaði að lemja á þér. Sko. Kannski er umskururinn bara tákn fyrir það að þjáningin er órjúfanlegur hluti af lífinu. Já, þá þarf ég að hugsa. Því ég var að lesa þetta hérna áðan. Veistu það, Dóra? Við erum komnar með þetta. Ég meina, af hverju setur þetta inn í Biblíuna? Af hverju er þetta að taka það fram að hann hafi verið umskorinn á 8. degi? Já, sko, ég held að þetta verið að segja okkur, sko, aftur og aftur að
sem sagt, að sælan, að fæðast, að fá að koma inn í veröldina, hennar verður ekki notið nema að þú getur notið þjáningar hennar líka og afborið þjáninguna líka. Og það þess vegna sem við förum í gegnum lífið og lendum í alls konar erfiðum hlutum og fáum erfið verkefni. Það ekki til að brjóta okkur niður og beygja okkur, heldur til að fá okkur til að skilja að þjáningin, sársökin og gleðin og vellíðanin eru sami hluturinn. Þetta eru bara andstæður á sama streng. Já. Og við þurfum að geta haldið á hvoru tveggja. Og þegar okkur líður rosalega vel og það kemur eitthvað neikvætt inn, að við förum ekki, auðvitað, svona þetta alltaf, manni má aldrei líða vel, þá kemur þetta. Og þá mann maður stjörnuna sína. Nei, einmitt, já, þá mann maður stjörnuna sína. Nei, ok, þá kemur eitthvað erfitt verkefni beint ofan í alsæluna og þá þarf maður að halda á hvort tveggja og muna, býtu, þetta bara sami hluturinn. Nú þarf ég bara að geta haldið á þjáningunni og vellíðaninni á sama tíma. Það náttúrulega algjör galdur. Já, á þess að láta það brjóta sig. Já, það meira en að segja, það tekur alveg, við erum alveg. Já, en ég meina, ég held að þetta sé bara verkefnið sem við erum í á jörðinni, að reyna að komast þangað, sko. Af því ég trúi því alheimurinn, sko, ég held það, að við höfum vaknað í morgun, sé bara, það eru augljósustu skilaboðin það, að við megum fá að halda áfram að vera til. Já. Og við höfum bara fucking að njóta þess, alveg til hins ítrasta. Já. Og skemmt okkur við það. Ég búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga, þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já. Já, þú veist, ferðalagasjóðurinn. Sumarbústaðasjóðurinn. Já, nýi sófasjóðurinn, skilur. Til dæmis, já, og frábær kaffivélsjóðurinn. Nákvæmlega, og þetta kendi Íslandsbanki mér. Vá! Þá var í Jerúsalem maður Símeon hét. Hann var réttlátur og guðrækinn og væntir huggunar Ísraels og yfir honum var heilagur andi. Honum hafði heilagur andi vitrað að hann skildi ekki dauðan sjá fyrir hann hefði séð Krist drottins. Hann kom að tillaðan andans í helgidóminn og foreldrarnir færðu þangað sveininn Jesú til að fara með hann eftir venju lögmálsins, tók Símeon hann í fangið, lofaði Guð og sagði: Nú lætur þú drottin þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingum og til vegsendar líð þínum Ísrael. Faðir hans og móðir undruðust það sagt var hann. Jesú. Já, en Símeon blessaði þau og sagði við Maríu móður hans: Þessi sveinn settur til falls og til viðreisnar mörgum í Ísrael og til tákns sem móti verður mælt, og sjálf munt þú sverði nísta í sálu þinni, þannig munu hugsanir margra hjartna verða augljósar. Merkilegt, hvað sá hann svona sérstætt í þessu eina barni? Ef við tökum, ef það má vera eitt barn sem að kemur með meira en annað, eða... Já, ég held ekki að það sé það. Þú meina að hann var bara komin á þann stað að sjá sig. Já, Símeon komin á þann stað að hann sér að vonin fædd í öðru barni, skilurðu, í annarri veru. Og kannski eitthvað... Hann sér sig í fyrsta skipti. Hann sér sjálfan sig í fyrsta skipti. Já, og hann veit að eilífðleikinn bíður hans. Já. Og hann veit að orkan og aflið sem í þessu litla barni mun lifa eilífð og það og tilvera barnsins mun verða til þess að aðrir þurfa að spegla sig í því sem aldeilis kom á daginn. Já, heldur betur. Þú veit, öll heimsbyggðin enn að spegla sig í Jesú eða áþekkum kennimönnum í hínum ýmsum trúarbrögðum, skilurðu? Já, einmitt. Anna. Ég held að Símeon hafi áttað sig á eilífleikanum. Já, ég held það líka. Þess hann ekki hræddur við að deyja. Nei. Hann bara sér eitthvað í barnsaugunum sem hann þekkir sig og hugsar, þetta allt nú hann kominn á jörðina, ég get farið inn í þú veist, alsæluna. Já, og þetta bara,
já, svona þetta. Við erum bara eitt. Við erum bara eitt. Og þar var Anna spákona Fanúelsdóttir af ætt Assers, Ég er kona mjög spennt háöldruð. hvað hún heitir, hvað hún segir. Já. Hafði hún lifað 7 ár með manni sínum frá því hún var mær og síðan verið ekkja fram á 84 ára aldur. Hún vék eigi úr helgidómunum en þjónaði Guði nótt og dag með föstum og bænahaldi. Hún kom að á sömu stundi og lofaði Guð og hún talaði barnið við alla sem væntu lausnar Jerúsalem. Og þau höfðu lokið öllu eftir lögmáli drottins, snéru þau aftur til Galíleu, til borgar sinnar Nasaret. En sveinninn óx og styrktist, fylltist visku og náð Guðs var yfir honum. Af hverju þurfum við að vita þetta hana Önnu, hérna í biblíunu? Það eitthvað með að hún varð vitni að honum uppgöta þetta og segir frá því. Það þarf alltaf manneskjur til þess að segja frá. Einmitt. Til þess að fólk haldi sig á leiðinu og skilji, já, það eitthvað sem ég á eftir að skilja, ég á eftir að skilja þetta alveg. Já, þú veist, allar manneskjur bera eitthvað í sér sem getur kennt okkur eitthvað okkur sjálf og hún tekur það að sér að breiða út fagnaðarerindi. Spáir hún einhverju? Nei, hún spáir engu, hún verður vitni. Það verður að vera vitni. Hún er vitni og segir segir fólki frá. Einmitt, segðu mér aðeins aftur hvað hét nú? Hún kom að á sömu... Nei, býttu hvað hann segir hann Símeon. Jesú, hvaða áhrif Jesú muni hafa á veröldina. Hann segir, nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara. Þess að hann segir, ok, nú má ég deyja. Eins og þú hafðir heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt. Já. Sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Já, þú ert búin að sýna okkur þitt fegursta sköpunarverk í þessu barni, sýna okkur það og gera það með þeim hætti að við tökum öll eftir því. Hér er lífið komið. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsendar líð þínum Ísrael. Og hann er að segja og hann skilur það að það ljós sem að hann skilur þarna sjálfur, hann áttar sig á að það er á færi allra að nálgast það og við þurfum og þess vegna verður Anna að vera vitni að þessu til þess að geta sagt frá þessu. Einmitt. Til þess að geta sagt frá því þannig að fólk sem á ekki von geti eignast von. Geti eignast von. Já, og kannski sjá hana líka í sjálfu sér, í sínum börnum, geti yfirfært, ekki gert þetta að einhverju sem er framandlegt, heldur nálegt. Þetta er bara lítið barn sem að, þú veist, fæddist í jötu eða lötu, eins og djókararnir segja. Já, eða fötu. Eða fötu og það á að vera okkur vonarneisti það að lífið getur verið dásamlegt. Og eins og einn prestur sagði mig, Jesúbarnið það ógnar engum. Það er svo auðvelt að tengja við Jesúbarnið af því að það er ekki faðir eða það er ekkert vald í barninu. Þannig að það er svo margir sem eiga auðvelt með að tengjast Jesúbarninu og ljósinu því frekar en Jesú fullorðnum. Af því að það treystir ekki karlmönnum eða þú veist varpar einhverju öðru á hinn fullorðna mann. Einmitt. Og nú man ég ekki hvar þetta var gert eða hver sagði mér frá þessu. En nú ætlum ég bara að segja söguna eins og hún er í huganum á mér. Og kannski er mín endurminning orðin einhvern veginn algjörlega rugluð. Þannig að, en allavega þetta var það sem situr eftir í mér. Að það hafi verið í einhverju kirkju, einhvers staðar í heiminum, sem sagt uppstilling af fæðingu Krists. Og í jötunni, þegar fólk kemur og skoðar ofan í jötuna, þá er þar spegill. Já, þetta hlýtur að hafa verið listaverk eða á listasafni. Nei, ég held að þetta hafi verið, ég man ekki hvernig þetta, en mér finnst þetta svo fallegt. Og þetta er auðvitað það sem á að vera í jötunni. Það á að vera lítill spegill, þannig að þegar þú lítur ofan í jötuna til þess að líta Jesúbarnið augum, þá horfirðu framan í sjálfan þig og manst eftir barninu í þér
og hvað það er merkilegt og fáir að vera til. Og Þetta er problem um allan heim, bara börn neita að vara heiman. Já. Og það er líka bara því þau eiga erfiðara með það, þú veist, það er bara flóknara Já. að lifa. En hann, hann segist ekki finna vinnur og Já. svona, þú veist, með skóla og alls, af því að maður þarf að En gera er svona svoleiðis prófa bendunum á Alfred. Það er nefnilega, það er verkefni vikunar Aha, hjá mér. einmitt. Það er að hafa grautarskálina sem, að því nú er ég að gefa honum hárgraut á mótnana. Þannig að Þú dæmi þá eldur nýjan hárgrætt. ég eiginlega byrjaði á því aftur til þess Já. að gefa honum ákvæmna næringu. Ok. En hafa tölvuna mína opna við hliðin og alltaf með Alfred opið. einmitt. Af því að ég finna ef að ég segja honum Já. frá einhverju vinnu, þá langar hann ekki í hana. En ef að hann uppgötur hana sjálfur, Já. þá langar hann í hana. Já, Já. svo læt ég eins og ég sé ekki að stjórnast í þessu. En Það stjórnast! Já, takk Alfred. En vissir Dóra að það var í október á miðvikudegi Já. sem að ég fekk þá flugu í höfuðið að ég þyrfti aðeins að fara að þýða upp úr biblíunni. Og ég vona ég móðgengan og þú veist, þetta er ekkert í neinu oflæti, ég er ekkert að reyna að gera þetta betur en aðrir eða neitt. Ég þurfti bara að gera þetta fyrir mig til þess að ég skildi fyllilega þennan texta. Vegna sem ég fannst ég skilja hann, en mér fannst ég ekki skilja hann alveg. Og þá þurfti ég að skoða hann á ensku og þýsku og skoða íslensku þýðingarnar og reyna að koma þessu fram mér þannig að ég gæti tilenga mér þetta. Af því að það var eitthvað í þessu sem mér langaði að tilenga mér. Og hefst þá lesturinn. Ef ég kann tungumál manna og engla en elska ekki skilyrðislaust, þá er ég aðeins málmkenndur eða hvellur endurómur slagverksins. Ef ég hef spádómsgáfu og kann skil á leyndardómunum, veit allt og hef næga trú til að flytja fjöll en elska ekki skilyrðislaust, þá er ég ekki neitt. Ef ég gef fátækum allar eigur mínar, læt líkama minn þjást og brenna en elska ekki skilyrðislaust, þá er það til einskis. Ástin er þolinmóð. Ástin er vinsamleg. Hún öfundar ekki, hreykir sér ekki, er ekki stolt. Hún niðurlægir ekki, hún hugsar ekki sig. Hún er ekki auðveldlega reitt til reiði, hún heldur ekki skrár yfir misgjörðir. Ástin skemmtir sér ekki yfir ílskunni en fagnar sannleikanum ákaft. Ástin verndar alltaf, treystir eilíflega, vonar ætíð og hefur úthaldið endalausa. Ástin er óbrigðul. Spádómar munu líða undir lok og þar sem tungur tala verður þögn. Þekking mun öll hverfa. Þetta vitum við sumpart og spáum fyrir sumpart, en þegar allt verður öllum ljóst, þá hverfur það allt sem er ekki heilt. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, ég hugsaði eins og barn og rökræddi eins og barn. Þegar ég var fullorðin, skildi ég við hætti benskunnar. Nú eru við því bara svipir, eins og í dimmum spegli. En þá munum við mætast augliti til auglitis. Nú veit ég sumpart, þá verð ég fullnuma, að fullnustu skilin og séður. Þessar munu 3 eftir standa. Trúin, vonin og ástin skilyrðislausa. Þar hefur yfirburðina ástin. Vá. Finnst ekki falleg? Rosalega falleg. Hvar varstu mest að ströggla þegar þú varst að þýða þetta? Hvar var það sem að hvað fannst þér erfiðast að fanga í þessu? Það er hérna lokakaflinn. Þegar ég var barn talaði eins og barn, ég hugsaði eins og barn og rökræddi eins og barn.
Þetta ekki þarna vegna þess að við eigum að ýta því frá okkur hvernig börn hugsa. Aldeilis ekki. Af því að börn eru opin, þau eru saklaus, þau eru grunlaus, þau búast við hennu besta og alltaf tilbúin í að hafa gaman og gleðja. Svo gerist það, þegar ég var fullorðin skildi ég við hætti bernskunnar. Af því að við höldum, þegar við verðum fullorðin, að við eigum að hætta að búa yfir hreinleika barnsins. Forvitninni, Gleðinni, eftirvæntingunni. Og sætta sig við að vita ekki. Já, bara vera alltaf að læra og vera forvitin. En hvað að gerast? Og einhvern veginn að hvert augnablik sé nýtt. Sko við höldum þegar við erum fullorðin að við eigum að fara efast og gagnrýna og bara stilla okkur af. Vera ekki svona glöð, vera ekki svona... Rauninni bara ekki sýna okkur. Já, ekki sýna okkar innsta eðli. Já, við tjöldum okkur af eða við þurfum að verja þetta barslega og það sem gerist þegar við skiljum við eiginleika lífsorkunar sem kemur fram í barninu, þá kemur þetta. Nú erum við bara svipir eins og í dimmum spegli. Já, ef við höfum tjaldað okkur inni, þess að ef við höfum falið ljósið í okkur. Ef við höfum falið ljósið í okkur, þá erum við bara eins og skuggar í dimmum spegli. Já, einmitt. En þá munum við mætast augliti til auglitis. En þegar við skiljum að við þurfum að fara aftur í barnið, hreinlyndið og hamingjuna, þá skiljum við þetta. Þá bara aftur. Já, þá komum við aftur heim til okkar, heim í kjarnan í okkur, sko. Svo kemur hérna, nú veit ég sumpart, af því að við vitum þetta sumpart. Við vitum að það er ýmislegt sem við gerum í fullorðinslífinu sem eiginlega þvert gegn því sem hjartað býður okkar. Skilurðu? Nú veit ég sumpart og þetta lifir í okkur alla tíð. Sko, sko, endurminningin tærleikan og hreinleikan býr inn í okkur, skilurðu, og við stundum nálgumst hana þegar við erum rosalega glöð eða þegar við förum að skelli hlæja, þegar við finnum til óumræðanlega hamingju, þá erum við alveg komin í kjarnan á okkur. Þannig að það er alveg í gegnum lífið, þá erum við verið að minna okkur á þessa tilfinningu. Og svo kemur, þegar við finnum þetta aftur, að við þurfum bara að fara aftur inn í, sem sagt, kjarnan og okkur upphaflegu okkur, þá verð ég fullnuma af fullnustu skilin og séður. Þá er ég komin með hinn fullkomna skilning og þá svarar stjarnan á himnunum mér þegar ég horfi upp og segi, ég sé þú ert að horfa á mig og við erum saman hérna, skilurðu. Og svo þetta náttúrulega bara að hafa trúna, vonina og ástina skilyrðislausu. Það er það sem barnið ber í sér. Að trúa því besta, að vona það besta og elska allar skilyrðislaust. Þú veist, ég meina, börn mæta fólki yfirleitt bara opnum örmum, skilurðu. Og ástæðan fyrir því ég vildi ekki nota kærleikana, því mér finnst kærleikurinn aðeins loðnara orð. Grikkirnir áttu mörg orð yfir ástina og í þessum texta þá er það, ég held að það sé agape orðið yfir ástina og það þýðir, sko það er hinn, hvað ég var að segja, þú veist, það eru nokkri variantar af ást, þú veist, það er hinn ástríðufulla ást og svo framvegis, en þetta orð sem er notað í þessum texta, það þýðir skilyrðislaust ást, ást sem þarf ekkert í staðinn. Vegna þess, og það er sko sú ást sem við finnum til þegar við eignumst börnin okkar og við sjáum bara, það er ekkert sem getur grandað þessari tilfinningu. Ég held að þetta sé ást sem að ömmur og afar eigi samt mest af, sem eru, af því þau eru ekki að burðast með neitt metnað gagnvart barnabörnunum. Þau eru raunverulega bara að sjá hvernig vill þetta barnabarn vera?
þú veist, en foreldrar oft, þeir geta verið hérna, þeir elska barnið sitt, en ekki, sko, jú, ok, ég er ekki að segja þess, ég elska ekki barnið sitt skilyrðislaust, en það er eitthvað með, ég fór allavega í gegnum þennan fasa sem ung kona að átta mig á að ég yrði að læra að elska eins og ömmur og afar, sem að er bara whatever, ég elska þig, bara hvað sem er, og ekki að vilja barnið þitt ná í árangri eða þurfi að gera eitthvað eða, þú veist. En fyrst og fremst snýst þetta það að þú þarft að elska sjálfan þig. Já, það er náttúrulega hitt sprettur náttúrulega að vera með skilyrði gagnvart þeim sem þú elskar náttúrulega því þú ert með skilyrði gagnvart sjálfum þér. Að neita þér ekki að breyta rétt fyrir þig. Að vera í barninu, í kærleikanum og virða það í sjálfum þér, skilurðu? Ég held að við séum konar með jólaþátt. Þetta var jólaþátturinn, sko. Þú beygðir af, við fórum í gegnum jólaguðspjallið, og svo verið með bleikt jólatré, af því ég er að taka með nýtt nafn. Steinunn Ólína, María Rósa Barbie. Elska, má ég tala fyrst eða ætlar þú að tala svo? Bara allt til leið. Já, þá tala ég fyrst. Ég elska grænmetis úrvalið í Hagkaup. Já, það er geggjað. Og ef maður langar í ykkur svona exotíska ávexti eða grænmeti, þá fær maður það þar. Já. Það er þannig. Þannig að allt í tengslum með jólin eða veislur eða þú átt von á einhverju sérstöku, það er alltaf Hagkaup. Og útskýrðu. Við vitum að þú heitir Steinunn í höfuðið á Ólína. Já, það er í ættartrénu þínu. María. María stendur fyrir heilaga Maríu. Já. Og Rósa stendur fyrir óeðlilegan áhuga minn á rósum þessa dagana. Eins og við farið í gegnum. Og Barbie er vegna þess að mig langar til að geta orðið enn blíðari heldur en lífið hefur leyft mér að verða. Og mér finnst bara Barbie líka pínu fyndið. Nei, Barbie er náttúrulega bara geimvera, sko. Ég meina hvernig hún er í laginu og allt þetta. Hún er frjáls, Já, mér langar ekkert endilega líta út eins og Barbie. Mér langar bara að vera meiri stelpa. Já. Mér langar að vera svona, þú veist, allsber og rulluskautum. Í svona bleikri veröld, þar sem er bara ógeðslega gaman og ég er ekkert svona með neinar áhyggjur að neinu. Já. Og þar sem ég get bara verið á svona rulluskautum að hlusta á rosalega skemmtilega músík og svona vinka bara æðislega skemmtilegu fólki. Og hafa gaman. Já. Ég er alltaf að hugsa um þessa stífu hné á henni samt, sko. Já, Dóra, ekki láta formið takmarka þig. Nei, þess vegna ég segja að hún er geimvera. Hún bara tekur á sig allskyns form og allskyns. Hún er sérst frjáls andi. Já, sko, hún er svona, hún er bara, þú veist, Hún er frjáls, Barbie er frjáls andi, bleikur andi. En ég fór aðeins vitlaust með að ég ætla að segja þér að þessi þýðingu mína á Kórundubréfinu, sko, þetta var minn frumflutningur opinberlega. Þetta hefur verið flutt einu sinni áður í jarðarför hjá vinkonu okkar sem að vinkonu okkar var að halda fyrir föður sinn. Nei, tengdaföður. Tengdaföður sinn, já. Og ég ætla ekki að nafngreina vegna sem að það ekki, en hún spurði hvort þú mætti lesa þetta upp og mér þótti mjög vænt um það. Já, það er búið að flytja þetta einu sinni í kirkju. Og ég er ekkert vissum ég nenni að þýða biblíuna alla, en ég er samt að gaufa í fleiri textum úr biblíunni sem að mér finnst gaman að skilja fyrir sjálfan mig. Mér þykir leitt hvað, þó að ég hafi legið ofan í köflunum jólaguðspjallið í rúmlega 2 mánuði þegar við bjuggum til þarna Jesú litla leiksýninguna, er ég svo hissa hvað ég man alltaf lítið. Hver einasta bók sem ég kem með er ég svo hissa hvað ég man lítið og hvað bækurnar komir alltaf á óvart. Ég er ekki að fara að henda biblíunni. Bara alls ekki. Nei, og ég svo sem vissi það, enda fékk ég hana gefins
fyrir að vera Barbara á kirkjudögum árið 2001 stendur hérna og hann Bernhardur, Já. hann sem sagt gaf mér bók, ég vildi ekki fá laun fyrir Guð minn góður, ég heldur vildi vona- ég fá biblíu og hann gaf mér hvíta biblíu. Veistu það, þú átt að sjálfsögðu að eiga þessa biblíu áfram Já. og ég meina, ég held til dæmis að geti bara vel komið sá dagur að við mætum aftur Já, með biblíuna. ég held það, af því að hún er svo þvílík uppspretta að samtölu. Ja, auðvitað. Og hérna, heyrðu, þá segi ég bara ást og friður, ást og friður, Ást og frið. ást og friður. Mikið óskaplega þykir mér vænt þig. Ég ætla Já, að sömuleiðis. reyna að segja þetta áður en að jólatríð dettur á okkur. Já, og svo ætla ég að segja sem ég lærði einmitt þarna í kringum þessa leiksýningu, þá tölum við mér svo mikið Oh my god. af velgefnu fólki og prestum og fólki sem búið að spá og spekulera mikið. Það er nú allir gangur á því hvort prestar eru vel gefnir. Já, við fundum þá bestgefnu held ég. Og einn sagði sko einmitt þetta, þú veist, talaði þetta með litla Jesúin og þá jólin þá finnum við hvern vantar, hvað vantar og hvað er að. Svo höfum við þessa daga milli hátíða til þess að í rauninni sjá í hvað vil ég halda, hvað vil ég minna af og hvað vil ég meira af og svo áramótin er svona óskastund til þess að leggja inn fyrir það sem að það sem koma skal. Hvað þið langar til Já, þess að verði já. meira af í lífiðinu eða hvað þið langar? Því sólin er að rísa, daginn er að lengja. Þetta eru töfrastundir. Jólaháttíðin er töfrastund. Þú færð að sjá hvað er og þú færð að óska þér hvað þú vilt. Þú færð að sjá hvað er, þú færð að sjá hvað vantar eða hvers þú saknar líka Já, og hvað þú vilt taka með þér og fá meira af inn í framtíðina eða inn í nýja árið. Já, Vá, Dóra, já, þetta er beautiful. já, já. Veistu það, stundum ertu svo beautiful. Nei, Að ég gæti, veistu það, Þetta ég mér fattaði langar þetta ekki. stundum, Halldóra, þú ert svo mikill æðibiti, að mér langar stundum að bronsa þig og fara með þig hérna niður á Lækjartorg og hafa þig þar og bara fá til dæmis... Setjir svo spólur í tækið þannig að fólk getur hlusta á Nei, mig fá segja bara eitthvað æðislegt. móttökukórinn til að standa alls þar í kringum þig Já. og syngja einhver falleg lög. Og hvað á ég að gera ef ég er í brons? En þú ert bara stytta, þú ert bara tákmynd fyrir að vera skemmtileg og góð manneskja. Já, ok. Ok, tekur þessu? Já, ég tek þessu. Ég ætla fyrst að vera samt eins og hann Samarías eða hvað hann hét, sem að þar... Símeon. Símeon. Símeon, Já, nýi besti vinnur okkar, Símeon. Símeon, nýi og besti vinnur okkar. Þá ætla ég að vera búin að, þú veist, alveg að skilja þetta með að ég er eitt með öllu. Af því að þetta vera orðin 56, það er sko, ég skil þetta betur, en ég veit að ég er ekki orðin alveg frjáls. Ég get ekki bara leyst upp og horfið út í alvitundina. Líkaminn þarf að deyja, sko. Nei, sko, þá ertu södd lífdaga, Dóra. Já, Þú ert ekki, nei, ég er ekki ég finnst södd ennþá lífdaga. allt og gaman, Já. þú veist, að vera í þessari tilraun Já. sem það er, að fá að vera á jörðinni. Jeps. Ég meina, Guð minn almáttugur, við höfum eftir að gera svo margt svo skemmtilegt. Já. Skilurðu? Já, heyrðu. Endum þetta þar. Vá, Vá, já, það er það. Veistu það, ég var að spá í það, Halldóra. Ef við verðum nú með þetta podcast kannski í 100 ár, Já. og því við ætlum að verða 159 ára, þá getum við Já. þegar við erum 159 ára, farið svona alveg ógeðslega gamlar að syngja jólalög fyrir börn einhvers staðar. Já. Þú með þverflutuna og Já. ég á píanóið. Já. Þverflautuna. Ég geti alveg, ég væri alveg til í að vera með þér á svona litlum sendibíl, þú með þverflutuna og ég með hljómpar. Við keyrum á milli á leikskóla, Leikskóla- og reynum að horfum í augun á börnin og sjáum sjálf okkur endurfæðast í þeim. Sjálfur okkur, Sjáum já. Jesúbarnið endurfæðast í þeim og í okkur. Já, já, Gleðileg jól. gleðileg jól.